Hvítasunnudagur nálgast, það hátíðin þegar heilagur andi komið við postula Jesú Krists og þeir töluðu nýjum tungum. En hvað er þetta að tala nýjum tungum og hvernig á það við í dag í kirkjunni? Til þess að skoða það ætlum við að fara og leita í biblíunni að öllum stöðum sem tala tungu og tungutal. Ég ætla að nota biblíuforritið Logos til að gera þetta einfaldara, förum í leit og förum í málfræðileit og skrifum lemma sem þýðir grunnform og glossa sem gríska orðið fyrir tungu. Og svipað íslensku orðinu tunga, þá því að glossa einfaldlega líffærið tunga. Í öðru lagi því þetta tungumál, eins og við líka segjum á íslensku tungumál, eða einfaldlega að tala íslenska eða erlenda tungu. Og í þriðja lagi getur tunga átt við óskiljanlegt mál, eins og við oft köllum tungutal. Spurningin er hvort að hér sé sama hlut að ræða og það sem við þekkjum í karismatískum kirkjum í dag. Þá förum við aftur í listan og við getum bætt við íslensku hérna til að einfalda okkur þetta. Og við skulum skoða þess að 3 flokka. Í fyrsta lagi þá finnum við tungu í skilningnum líffæri. Hér fyrst í Markús Guðspjalli í 7. kafla vísaði sögu þegar Jesús læknar mann sem daufur og málhaltur. Jesús leiðir mannin afsíðis frá fólkinu, stingur fingrum sínum í eyru hans og vætir tungu hans með munnvatni sínu. Síðan lítur hann upp til himins, andvarpar og segir við hann Effata, það opnust þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Svipaður upp á teiningnum í 3. kafla Rómverjabréfsins þegar Páll postuli vitnar í Gamla testamentið til að sýna fram á óguðleika allra manna og hér segir hann opin gröf barki þeirra, með tungun sínum draga þeirra á tálar, höggorma eitur innan vara þeirra. Aftur þetta notað með sama hætti í Jakobsbréfinu, meira en einu sinni. Hér til dæmis í 1. kafla í 27. versi, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýt. Eins í 3. kafla, þannig einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Við finnum þetta síðan áfram í 1. Pétursbréfi í 3. kafla, sá sem vill elska lífið og sjá góða daga haldi tungu sinni frá vondu og vörun sínum frá að mæla svik. Og síðan að lokum í 1. Jóhannesarbréfi, börnin mín, elskum ekki með tómum orðum og hér stendur á grísku elskum ekki með tungunni heldur í verki og sannleika. Tungan hér tákn fyrir tóm orð. Við viljum fara beint hérðan og síðan yfir í Opinberunarbók Jóhannesar þar sem að tunga nota með svolítið öðrum hætti. Við byrjum hérna í 5. kafla í 9. versi og hér verið að tala lofsöng á himnum og þeir syngja nýja söng verður þú, það að segja Kristur, að taka við bókinni og ljúka upp innsiglum hennar, því að þér var slátrað og þú keyptir menn Guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynnkvísl, tungu, líð og þjóð. Hér talað 4 hluti, kynnkvísl, tunga, líður og þjóð. Og þetta hlutinir sem endurtaka síðan aftur og aftur gegnum Opinberunarbók Jóhannesar með einustu undantekningu þar sem að tunga satt bara líffærið. En þetta gerir síðan aftur og aftur, til dæmis í 7. kafla í 9. versi. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynnkvíslum og líðum og tungum. Við finnum þetta líka hjá Páli postula, til dæmis í 14. kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann vitnar aftur í Gamla testamentið, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sérhver tunga vegsama Guð. Þess að fólk af öllum þjóðum munu vegsama Guð. Og eins í Filippibréfinu í 2. kafla, og við skulum kíkja á þetta hér í staðinn. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur drottinn. Þannig að við erum búin að skoða þessa 2 flokka. Í fyrsta lagi tunga sem einfaldlega líffæri og sem þá táknum allt það sem maðurinn segir. Og síðan í öðru lagi sem táknum tungumál og í framhaldi af því vegna þess að fólk af ýmsum kynnkvíslum tala mismunandi tungumál, þá það líka tákn fyrir mismunandi kynnkvíslir. En nú ætlum við að fara yfir í postulasöguna og skoða það sem að á við tungutal. Það sem mikilvægast að skoða allra fyrst annar kafli postulasögunar þegar tungutal fyrst kynnt til sögunar. Þetta gerist hvítasunnudag eftir að Jesús stiginn upp til himna og hér stendur þá upp var runnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, kvistluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla.
Þeir byrja sem sagt að tala önnur tungumál en þeir hafa gert áður. Og hvers konar tungumál eru það sem þeir nú tala? Því lýst í framhaldinu. Hér stendur strax í 5. versi: Í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðrækni menn, frá öllum löndum undir himnum. Augljóslega það þá menn sem tala mismunandi tungumál. Og þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði það mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu: ekki allt Galileumenn? Og svo framvegis. Hér síðan taldir upp allir þessir þjóðflokkar sem þeir koma frá, og lokum segir: Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Hver og einn þeirra sem sagt, þegar þeir tala við postuluna, þá tala þeir á sínu eigin móðurmáli. Hér sem sagt ekki að ræða að sé einhver einn postuli sem talar hátt og allir heyra á sínu máli, heldur þeir tala tungumáli við hvern og einn. Þeir postularnir hafa með yfirnáttúrulegum hætti fengið þekkingu á tungumálinn sem þeir hafa ekki lært. Þetta eini staðurinn í Nýja testamentinu sem að lýsir tungutalið svona nákvæmlega, og þess vegna ættum við að líta á þetta sem svona grundvallar hugsun og grundvallar lýsingu þegar við rekumst aftur á tungutal síðar í postulasögunni og jafnvel í 1. Korinthubréfi. Næsti staður sem að minnist á tungutal 10. kafli postulasögunar. Þar postulinn Pétur í húsi 100-höfðingjans Kornelíusar í Sesariu við Miðjarðarhaf, og þar predikar hann orð Guðs fyrir þessum heiðingjum sem ekki eru gyðingar, og meðan hann predikar þá fá þeir heilagan anda og þeir heyra þá tala tungum og mikla Guð, eins og stendur hér í 10. kafla versi 46. Það augljóst að postularnir hljóta hafa tengt þetta við táknið sem gerðist á hvítasunnudag og dregið af því þá ályktun að fagnaðarerindið átti einnig að fara til heiðingjana, og það var einnig í lagi að skýra þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Að lokum minnst á tungutali í 19. kafla, og þetta í framhaldi af því að Páll kemur til bæjarins Efesus við vesturströnd Tyrklands. Þar eru nokkri lærisveinar til staðar sem eru skýrðir en þó ekki kristinni skýrn, heldur að því virðist skýrn Jóhannesar skýrara. Páll skýrir þá kristinni skýrn og leggur hendur yfir þá og kemur heilagur andi þá yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu, eins og stendur hér. Aftur hlutið eru að hugsa tilbaka til hvítasunnudags og táksin sem átti sér stað þá, sem staðfesting á því sem hér átti sér stað. Annar kafli postulasögunar sýnir okkur sem sagt hvað tungutali þegar það fyrst ofinberast. Síðan kemur kannski helsta kennslan það hvernig tungutali notað í 1. Korinthubréfi í kafla 12, 13 og 14. Og sérstaklega í 14. kafla. En við viljum byrja hér í 12. kafla. Páll byrjar á því að stilla upp hvert á móti öðru, annars vegar, hvernig þessir menn voru fyrst þegar þeir voru skurðugoðadyrkendur og dyrkuðu heiðingoð sem að geta ekki talað. Og eins og það er núna, þegar þeir eru komin til trúar og dyrka þann Guð sem að talar jafnvel gegnum þá með tungum og með spámanlegri andagift. Hér talað ýmsa sem að fengi þessi tákn. Einn var spátumskofi, annar hæfileika til að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Það er sagt orðið fyrir tungutal og fyrir tunga er þið sama á grísku. Það er bara einn að tala tungu og annar að útleggja tungu. Þessar náðugáfur eru sem sagt til staðar í söfnunum í Korintu. Í lok kaflans aftur talað tungutal. Og við þurfum að byrja í 27. versi hérna. Þér eru líka með Krist og limir hans hver sig. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, fyrst postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi fræðara, sumum hefur hann veitt gáfu til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Hvort eru allir postular, hvort eru allir spámenn, hvort eru allir fræðarar, hvort eru allir kraftaverksmenn, hvort hafa allir hlotið lækningagáfu, hvort tala allir tungum, hvort lista allir tungutal eða tungu. Nei, sækist heldur eftir náðagáfunum, þeim hinum meiri, og nú bendi ég yfir á ennþá miklu ágætri leið. Náðagáfunir eru góðar en ennþá mikilvægara en þetta. Í 13. kafla segir Páll: þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég sem hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Tungutal eitt og sér einskis virði, það þarf að nýta það í kærleika og eins og við munum komast að líka í 14. kafla þarf það að hafa innihald. Hér talað tungur manna og engla og virðist það kannski benda í þá átt að sumir tali tungum engla þótt það sé hvergi sagt, sumir hugsa það þó, en það væri misnotkun að skilja þannig að hvaða bull sem sé túlkað sem tunga engla. Neðar í sama kafla segir hann þó að kærleikurinn ólíkur þessum gáfum að því leytinu til að hann fellur aldrei úr gildi.
Spádansgáfur þær munu líða undir lok og tungur þær munu þagna og þekking hún mun líða undir lok. Í 14. kafla er þessu síðan lýst með meiri nákvæmni. Þannig að hann heldur áfram úr 13. kafla, keppið eftir kærleikarum, sækist eftir gáfum andans en engum eftir spádómsgáfu, því að sá sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við Guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann leyndardóma. Og þetta virðist bendi þá átt að sumir geti tala tungumál sem þeir skilja ekki sjálfir og jafnvel flutt einhvern boðskap sem þeir skilja ekki. Þá er náttúrulega augljóslega algjörlega nauðsynlegt að það sé einhver annar sem að skilur það ef það á að nýta það í safnar samhengi eða tala það innan veggja safnarins. Vegna þess að söfnurinn kemur saman til þess að uppbyggja saman í orði Guðs, ekki til þess að horfa á einhvern skemmtiatriði. Sá sem tala tungum, í 4. versi byggir upp sjálfan sig. Það er augljóst ef að hann hefur fengið einhverja gjöf frá Guði sem hann getur upplifað en sem hann getur ekki sannað fyrir öðrum, þá uppbyggist hann auðvitað sjálfan sig, en söfnurinn byggist ekkert upp með því. Og Páll segir að hann vildi að þessi gjöf væri öllum gefin, ég vildi að þau töluðu öllum tungum, en þó meira að allir hefðu spádómsgáfu, því að það er meira verst en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnurinn hljóti uppbyggingu. Og hér ber að taka sérstaklega fram að til þess að sé einhver útlegging sem er raunveruleg sem á sér stað, þá verður svo sem leggur út að skilja það sem er sagt. Annars er augljóslega engin tenging milli þess sem að er sagt í tungutalinu og það sem að síðan kemur sem að túlkun. Það þýðir þó ekki að Guð geti ekki gefið yfirnáttúrulega túlkun líka, en þá í þeim skilningi að sá sem túlkar skilur það sem sagt hefur verið. Rétt eins og sumir gátu tala tungumál sem þeir kunnu ekki áður. Við höldum áfram í 7. versi. Hvað myndi ég gagna yður bræður ef ég kæmi nú til yður og talaði tungum, þar að segja öðru tungumáli, en flytti yður ekki opinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu. Það er að segja hann talar einhvers konar opinberun sem að kannski enginn skilur, þannig að þá er náttúrulega engin þekking í því, eða jafnvel, við getum meiri sér ímynda okkur að hér sé túlkað en síðan er það bara einhver almennur boðskapur sem að hefur ekkert með kristna trú að gera. Það er ekkert gagn í því. Og síðan bendur hann hérna á í 7. versi, jafnvel hinnir dauður hlutir sem gefa hljóð frá sér, hvort sem heldur er pípa eða harpa, ef þeir gefa ekki mismunandi hljóð frá sér, hvernig ætti þá að skiljast það sem leikið er á pípuna eða hörpuna? Gæfi lúðurinn óskilmerkilegt hljóð, hver býr sig þá til bardaga? Ef að tungutal eru bara einhver hljóð, þá er það einskis virði. Svo yður, ef þeir mælið ekki með tungu yðar fram skilmerkileg orð, hvernig verður það þá skilið sem talað er? Því að þér talið þá bara út í bláin. Í 13. versi bið ég því sá tala tungum að geta útlagt, því að ef ég byðst fyrir með tungum, þá byður andi minn, en skilningu minn ber engan ávöxt. Og við höldum áfram í 18. versi, ég þakka Guði að ég tala tungum öllum yður fremur, en á safnaðarsamkomu vil ég heldur tala 5 orð með skilningi mínum til þess að ég geti frætt aðra en 10.000 orð með tungum. Að tala á öðru tungumáli er einskis virði ef það skilst ekki. Þannig að tungumál sem bara einhvern blaður ég á ekki við í safnaðarsamkomu kristina manna. Að lokum kemur að því hvers konar tákn er tungumáli, er tungutal, og við þurfum að muna líka eftir öllu sem er sagt heiðingja sem að heyra tungutal. Í 22. versi, þannig er þó tungumáli til táks, ekki þeim sem trúa heldur hinum vantrúðu, en spámanlega gáfan er ekki til táks fyrir hina vantrúðu heldur þá sem trúa. En síðan kemur framhaldið hérna, 23. vers. Ef nú allur söfnurinn kemur saman og allir töluðu tungum og inn kemur fáfróðir menn eða vantrúðar, myndir það ekki segja þér eruð óðir. En ef allir töluðu á spámanlegri gáfu og inn kemur einhver vantrúðar eða fáfróður, þá sannfærðist hann og dæmdist af öllum. Tungutal er tákn eins og það er í postulasögunni í öðrum kafla, þegar fagnaðarendið er talað á móðurmáli þess sem að inn kemur. Þá veit hann að orð Guðs er til hans á hans eigin tungumáli. Orð Guðs er fyrir allar þjóðir og tungur og ættir og ættkvíslir og svo framvegis. Þannig að það getur verið hvort tveggja, og að hafa biblíun á íslensku er einmitt tungumtal í þeim skilningi. Það er einfallega Guðs orð á annarri tungu heldur en hebresku og grísku. Að lokum segir Páll við söfnuðin í Korintu,
Hvernig er það þá bræður? Þegar þeir komið saman, þá hefur hver sett fram að færa sálm, kenningu, opinberun, tungutal og úrslitun. Allt skal miða til uppbyggingar. Sé einhverjir sem tala með tungum, mega þeir vera 2 eða í mesta lagi 3 hver á eftir öðrum og 1 útlisti. En ef ekki er neitt til að útlista, þá þegi sá að safnaðarsamkomunni sem talar tungum eða í frumtekstanum bara sá sem talar. En tali við sjálfan sig og við Guð. Síðustu 2 versin í kaflanum hljóma svona: Þess vegna, bræður mínir, sækist þetta spátamsgáfunni og aftur því ekki að tala sér tungum, en allt fari sómasamlega fram og með reglu. Ef við förum aftur í 12. kafla og lesum hér frá 7. versi, fáum við aftur þennan upprunni að lista. Það er augljóst ef við bara skoðum sögun og við skoðum samtíð okkar að sum þessara tákna eru farin og eru ekki lengur í kirkju Krist. Sennilega gaf Guð bara apostolunum einum kraft til að framkvæma undur og jafnvel lækningar gáfu. Ég veit ekki neitt sem að hefur þessa gáfu, þótt svo að Guð reyndar stundum lækni fólk fyrir fyrirbæn. Það er ekki sami hluturinn eins og að einhver hafi sérstaka lækningar gáfu. Eins hef ég oft heyrt tungutal og jafnvel spádómsorð, en þau eru yfirleitt í sömu átt, annarkvart eitthvað mjög almennt eins og svona cold reading, eða eitthvað á þá leið að söfnunni sem þetta er sagt í muni verða miðlægur í mikilli vakningu sem er bara alveg að koma. Sannleikurinn sá ef við skoðum Biblíunni í heild, þá er þetta munstur sem að gengur gegnum allt Gamla testamentið og Nýja testamentið líka, að Guð velur út einstaklinga og staðfestir þá með undrum, til dæmis lækningagáfu eða tungutali í þessu samhengi, en hann gefur það ekki öllum. Við ættum ekki að reikna með á okkar tíma að þessar gjafir séu gefnar söfnuðinum, og ef þær eru ekki til staðar, ættum við ekki að missa móðin við það. Því Guð er samt sem áðurinn sami og gefur sinn heilagan anda öllum þeim sem að trúa á hann og eru skýrðir í hans nafni. Jafnvel þótt að svona tákn fylgi ekki. Og ef hann gefur einhverjum þessi tákn, þá skal hann nota þau í þjónustu safnaðarins. Ég get ekki komist að annarri niðurstöðu en þeirri að tungutalið eins og því er lýst í öðrum kafla postulasögunar var sérstakt tákn síns tíma. Það hafi síðan horfið úr kirkjunni á síðari tímum og ekki haldið áfram að fylgja hennum kristnu. Það að sumir telji sig tala í tungum í dag þýðir ekki endilega þeir hafi rétt fyrir sér. Sérstaklega ekki þegar það er augljóst að tungutalið er einungis blaður og sömu hljóðin sem eru endurtekin aftur og aftur, eða þegar fólk er kennt að tala í tungum með því einfallega að segja eitthvað bull. Ef tungutalið er raunverulegt, þá er það gjöf sem kemur beint frá Guði og nýtist hún til uppbyggingar safnaðarins, þannig að safnaðarinn muni að lokum skilja hvaða er sem sagt hefur verið. Allt annað tungumtal er misnotkun á þessari gjöf, hvort sem það er vegna þess að það er svindl eða ef hún er nýtt í eigin hag.